Þá ætlum við að renna okkur í dæmi 25 og 29, æfingu 4.7. Rétthyrningslaga gólfflötur er 44 fermetrar af flatamáli hverju hliðarlengdir gólfflatarins ef lengdin er 2,5 cm lengri en breiddin. Borgar sig alltaf að teikna. Þó að myndin verði ljót og asnaleg og allt það, þá teiknum við alltaf svona myndir. Þetta er x, þetta er þá x plus 2,5 og samtals er þetta 44 fermetrar. Þetta eru upplýsingarna sem við höfum. Ef ég margfalda saman lengd sinnum breidd, það er að segja x sinnum x plus 2,5, þá fæ ég flatarmálið. Og svo bara margfalda ég inn í x í öðru plus 2,5x er jafnt og 44. Svo ger ég x í öðru plus 2,5x mínus 44 er jafnt og 0 til þess að fá þetta á formið þannig ég geti reynt að finna núllstöðvar. En nú er staðan þannig að mér líst ekkert á að ætla að reyna að þátta þetta með einhverjum heilum tölum af því það er kommutala til dæmis í miðjunni. Og þess vegna ætla ég að nota jöfnuna sem við notum þegar við leysum úr núllstöðum á svona annars stigs margliðu, stundum kölluð Batman-jafna. En samkvæmt henni þá gerum við mínus b plus mínus rótin af b í öðru mínus 4ac allt undir rót deilt með tvisvar a. Nú bara kjánagangur í mér að hafa a-ið allt í einu stórt. Það skiptir engu máli hvort þetta eru stóri stafir eða litli stafir, svona skemmtilega að hafa allir eins. Þá er þetta a-ið, þetta er b-ið og þetta er c-ið. Og ég þarf að setja þetta inn tvisvar vegna þess að ég þarf annars vegar að gera plus og hins vegar mínus. Og þá slægi ég þetta inn, eða setja þetta inn, mínus b sem er 2,5. Og hér ætla ég að hafa plus rótin af 2,5 í öðru mínus 4 sinnum 1 sinnum mínus 44. Og þetta er deilt með 2 sinnum 1. Mínus 2,5 mínus rótin 2,5 í öðru mínus 4 sinnum 1 sinnum mínus 44. Allt undir sama rótamerkinu deilt með 2 sinnum 1. Og það er bara handavinna að slá þetta inn. Ég hef alltaf vanið mig á að klára að reikna undan rótamerkinu, fá að vita hvað er undir rótinni áður en ég tek rótina. Og þá er ég með mínus 2,5 plus rótin af 182,25 deilt með 2 og mínus 2,5 mínus rótin af 182,25 deilt með 2. Og þegar ég reikna þetta út þá fæ ég hér 11 aðra sem er jafnt og 5,5 og hér fæ ég út mínus 8. Ég er með lengd í ferhyrningi þannig að mínus 8 gengur alls ekki upp. Þannig að ég ætla ekki að nota það. Notum ekki mínustölur þegar við erum að tala um lengdir, þá notum við 5,5 og ef við gefum okkur að þetta sé 5,5, þessi hlið er jafn löng og hinn, þá er þessi orðin 8 og 8 sinnum 5,5 gefur okkur 44, þannig að lengdin er 5,5 og 8. Það er spurt um báðar hliðarlengdirnar. Hverjar eru hliðarlengdir gólfflatarins? Þurfum að passa að gefa þær upp, báðar.
Búa skal til kassa og rétthyrningslaga pappaspjaldi. Hliðarlengdirnar eru 20 og 40. Við ætlum að skera burt þessi horn, svo ætlum við að taka þennan flipa og brjóta hann hérna upp. Þennan flipa og brjóta hann upp, þennan flipa og brjóta hann upp. Þannig að gólfflöturinn sem við endum með er þessi hér. Þetta er flöturinn sem við ætlum að, sem við vitum að er 384. En hvað þarf x-ið að vera? Þá þurfum við að setja upp jöfnu sem að segir okkur að við þurfum að draga frá 20 mínus 2x, það er að segja þessi lengd hér að 2x frádregnum er það ekki, því við þurfum að taka þetta burt og þetta burt. Við þurfum að vita hvað þetta á að vera. Og sama hátt gerum við sinnum 40 mínus 2x, það er að segja þessi lengd hér, mínus þetta x og mínus þetta x. Þess vegna er þetta 40 mínus þetta og mínus þetta, þá er þetta eftir. Og þegar við margföldum þetta tvennt saman, þá fáum við 384. Og nú er þetta bara pínu handavinna að leysa upp þessa tvo svega. Plus 416 er jáft og... Nei, nú er ég farin að bulla eitthvað tómavillisu. Ég er svolítið gammaldags, ég vil raða þessu rétt upp. Og ég vil líka þátta til þess að einfalda með lífið á eftir. Því að nú þarf ég bara að díla við þessa jöfnu hér. X í öðru mínus 30x plus 104. Og ég ætla að reyna að þátta hann upp í 2 svega. Það er augljóst, það er x báðum megin, það er augljóst, það er mínus og mínus. Og ef ég frumþátta töluna 104, ger ég 2, það er 52, deilt með 2, það er 26, deilt með 2, það er 13. Og hér sé ég að ég þarf að fá, ef ég legg töluna saman, það verða báðar í mínus, þá fæ ég 30. Þannig að ég þarf einhvern veginn að geta margfalda þetta saman, til dæmis hérna 2 og 2 eru 4 og 2 og 13 eru 26. Ef ég legg það saman, þá fæ ég 30. Þannig ég set 4 hér, 26 hér, þá fæ ég 30 í miðjunni og 4 sem 26 er 104. Þetta passar. Þannig að ég er komið hérna 2 lausnir, x mínus 4 er jáft og 0, x er jáft og 4, x mínus 26 er jáft og 0, x er jáft og 26. Ég set þetta upp af því ég vil fá 0 út úr þessu og þetta er margföldun. Ef að þetta er 0, þá skiptir engu máli hvað þetta er, þetta sinnum þetta verður þá 0 og öfugt. Ef þetta er 0, skiptir engu máli hvað þetta er, því að þetta sinnum þetta er þá 0. Og nú er ég komin með 2 lausnir. Þetta getur ekki verið 26 því þá er þetta stærra en myndin, þannig að þetta hlýtur að vera 4. Við notum ekki þessa lausn, við notum þessa hér. Þannig að kassin verður 4 sinnum 4, þessi litlu hérna, og ef við skoðum hvort að það gangi upp, þá er, ef við drögum 4 burt hér og 4 burt hér, þá eru 32 eftir, og 4 hér og 4 hér, þá eru 12 eftir og 12 sinnum 32 gefur með 384. Þannig að þetta er rétt. Þetta gengur upp. Margborgar sig að
prófa lausnirnar sem við erum með, hvort þær séu í raun réttar.